Jæja, komið sæl. Við höldum áfram með Njálu. Þið muni eftir Oddkalli sem að Gunnar drap og muni líka eftir varnarorðum Njáls að Gunnar mætti alls ekki vega aftur í sama knérun, sem hann má ekki drepa neitt í sama ætli. Í kafla 67 kemur til sögunar sonur Oddkels, hann heiti Þorgeir, og í þessum köflum erum við þá með tvo Þorgeira, það er Þorgeir Oddkelsson og svo Þorgeir Starkaðsson sem að tapaði hestati fyrir Gunnari og fór svo gegn Gunnari í bardaga. Þar sem mættust 30 manns á móti þremur, Gunnar og bræðrum hans við Knafarhóla og Hjörtur bróðir Gunnars féll þar. Nú Þorgeir Starkaðsson, hann hatar Gunnar eftir þetta og hann leitar til Marðar Valgarðssonar og biður hann að hjálpa sér að klekkja á Gunnari með einhverju hætti og Mörður veit þessum varnarorðum Njáls að vega ekki í sama knérun og þess vegna segir hann Þorgeiri Starkaðsssyni frá því. Og nú sem sagt markmiðið hjá Þorgeiri Starkaðssyni samkvæmt ráði Marðar að vingast við Þorgeir Oddkelsson og fá Gunnar til að drepa hann svo að Gunnar storki þarna örlögunum og vegi aftur í sama knérun og að forspá Njáls muni þá rætast og Gunnar muni deyja. Nú Þorgeirarnir tveir, þeir vera góðu félagar, þarna mikið saman en þetta auðvitað hálf glötu vinátta því að af hálfu Þorgeir Starkaðssonar þetta bara til þess að Þorgeir Oddkelsson verði drepinn. En í kafla 68 þá biður Kolskeggur bróðir Gunnars biður hann að fara varlega og þetta svona þriðja aðvörunin á stuttum tíma að Gunnar skuli nú passa sig og allt svoleiðis. Fyrst var það Njáll og svo var það Ólafur Pál mágur hans. En Gunnar svarar þessu og segir: Koma mun til mín feigðin hvar sem ég staddur mér verður þess auðið. Sem sagt, ég mun bara deyja sama hvað ef það mér ætlað. Og í þessum sama kafla 68, þá eggjar Þorgeir Starkaðsson, Þorgeir Oddkelsson til að fara að Gunnari með sér og reyna að drepa náttúrulega. Og Þorgeir Oddkelsson, hann vill helst ekki drjúfa neina sættir við Gunnar. Það var hann sætt eftir að Gunnar drap Oddkel og allt það. Þorgeiri Oddkelsssyni greinilega meira annt sæmdina á að vera heiðarlegur og sómasamlegur og halda sættir, en Þorgeir Starkaðsson, hann eggjar hann upp á móti Gunnari, til dæmis með því að minna Þorgeir Oddkelsson á að Gunnar hafði af honum eitthvað sáðland á Móeiðarhvoli sem að Þorgeir Oddkelsson hafði fengið í bætur, en Gunnar hafði reyndar greitt honum fyrir þetta og þetta var því allt löglega gert. En Þorgeir Starkaðsson segir sem þarna að Gunnar hafi rofið sætti Þorgeir Oddkelsson og lætur það verða svona ástæða til að Þorgeir Oddkelsson verði svona fúll út í Gunnar. Í kafla 69 þá fara þessi tveir Þorgeirar saman ásamt miklu liði að Hlíðarenda og ætla sér þarna aldeilis að drepa Gunnar, en þeir taka nú smá pásu á leiðinu og hvíla sig, þannig að þetta nótt og Njáll fær aðvörun í draumi þessar ferðir þeirra og lætur Gunnar vita. Og svo leysir Njáll upp aðförina með því að ríða til þeirra og segja þeim að Gunnar viti nú allt þeirra ferðir og hann sé að leiðin til mótsviða með risastórt lið. Þetta reyndar ekki satt en þetta hræðir það í burtu. Þannig þeir hætta við að fara þarna Hlíðarenda og drepa Gunnar þetta sinn. Nú svo kafla 70 fær Njáll þá til að sættast og greiða Gunnari bætur fyrir það að hafa ákveðið ætlað að fara þarna að honum og drepa. Og Njáll segir að Gunnar muni aldeilis fara með liði gegnum sitt stóra lið, þannig er þetta nú aftur lygi, og hann muni ekki draga það til hlés nema þeir sættist og greiða honum bætur. Og Mörður Valgarðsson, hann reynir nú alltaf að malda í móðan, hann segir að Gunnar hafi rofið sætt með því að hafa land af Þorgeiri Oddkelssyni og svona, en þá segir Njáll þessi frægu orð: Eigi það sætt að rof að hver hafi lög við annan, því að með lögum skal land vort byggja en eigi með ólögum eyða. Og þetta var auðvitað ekkert, Gunnar hafði ekkert rofið neina sætt, því að hann hafði greitt fé á móti og þessu hafði Mörður svona logið eða sagt allavega rangt til, þannig að Þorgeir og þeir eru þarna í órétti. Gunnar hann fær mikla bætur á alþingi vegna þessa máls og Njáll hann varðveitir allt féð og það nú kannski til þess að eiga inni seinna ef að Gunnar drepur eitthvað og þarf þarna peninga til að greiða í bætur. Nú á leiðinni heim af alþingi þetta sinn, það fer Gunnar í heimsókn til Ólafs Pál sem bróðir Hallgerðar og frændi eða sem sagt vinur Gunnars og hann biður Gunnar enn einu sinni að fara varlega og svo gefur hann góðar gjafir að skilnaði, hann gefur hann gullhring og skikkju sem að Mýrkjartan Írakonungur átti og Mýrkjartan Írakonungur var afi Ólafs Pál, það er nú önnur saga
Og svo gefur Ólafur honum þarna mikilvægastu gjöfina, hundinn Sám, sem hefur mannsvit og geltir að öllum óvinum Gunnars og varar hann þannig við þeim, en geltir sérst ekki að vinum hans. Og í kafla 71 þá sjáum við að Þorgerarnir tveir eru alls ekki sáttir mörð því að hann réði þeim ekki góð ráð, þetta mistókst allt og Gunnar hafði betur og þeir þurftu að borga honum bætur. Og þá plottar Mörður enn á ný eitthvað gegn Gunnari. Núna það þannig að Þorgeir Oddkelsson á að fífla, sem sagt draga á tálar, Ormhildi frænku Gunnars og gera þetta bara til að espa Gunnar upp og koma hann þannig upp á móti Þorgeiri Oddkelsinni. Því að Þorgeir Starkason og Mörður að reyna að fá Gunnar til að drepa Þorgeir Oddkelsson til þess að Gunnar vegi aftur í sama knérun og sé þar með dauðadæmdur. Nú þeir grípa svo tækifærið enn einu sinni og ákveða að sitja fyrir Gunnari þar sem hann á ferðinni á samt Kolskeggi. Nú enn það mikill liðsmunur, þeir Gunnar og Kolskeggur eru tveir, en Þorgeirarnir eru með allavega 24 menn með sér. Nú í upphafi kafla 72, rétt áður en þeir mætast þarna, þá fellur blóð á atgeirinn hans Gunnars og þetta þarna aðalvopnið hans. Þessi atgeir hefur ýmsa krafta, það til dæmis syngur í honum þegar vígir í nánd og núna þegar blóðið fellur á hann það vísir að miklum tíðindum. Það eitthvað mikið uppsig sem auðvitað þessi fyrirsátt Þorgeiranna tveggja á þeirra liðs. Og svo í þessum bardaga þá drepur Gunnar Þorgeir Oddkelsson. Þannig að Þorgeir Starkason hann eggjar Þorgeir Oddkelsson til að fara í Gunnar og jafnvel þótt að Gunnar hefði virkilega reynt að drepa ekki Þorgeir Oddkelsson til að forðast spádómum alltaf, það hefði nú varla geta annað. Það var eiginlega bara það að drepa hann eða vera drepinn. Forlögin virðast ekki ætla Gunnari margt gott hérna og þarna með þessu þá hefur hann vegið í saman knérun gegn ráð Njáls. Njáll hafði þarna sagt að Gunnar myndi hljóta skjótan bana ef hann myndi vega aftur í sama knérun og þarna er búin að gera það. En Þorgeir Starkason hann fellur ekki í þessum bardaga heldur flýr af hólmi. Nú Hallgerður hún frekar sátt með sinn mann þegar hún heyrir þessa fréttir, en það höfum við séð að svolítið henni mjög andum að Gunnar verjist og láti ekki aðra menn ganga yfir í sífellu, en Rannveig móðir Gunnars telur eins og hér muni eitthvað illt að hljótast og þeir sjá allir þessi litlu merki í sögunum að það fari ekki vel fyrir Gunnari, hann í mikilli hættu, eitthvað illt muni hljótast af hinu þessu, það öll þessi varnarorð, það forspannar og allt þetta sem gefur okkur auðvitað vísbendingar þessu koma skal. Nú í köflum 73 og 74 svo gert upp þetta mál á Alþingi. Það Gissur hvíti sem að lögsækir Gunnar fyrir vígin og hann krefst útlegðar Gunnars og eigna upptöku sérst að allar hans eigur verið teknar á honum. En Njáll hann stendur auðvitað með okkar manni og ver hann. Og það Gunnar auðvitað til varnar í þessu máli að Þorgeirarnir tveir þeir fóru að Gunnari að yfirleiður að ætluðu að drepa hann. Þannig að Gunnar hefur vegið á í sjálfsvörn. Og málinu lyktar svo þannig að Gunnar á að greiða bætur, þannig að það þarna ákveðin sátt en hann greiði bætur og það auðvitað lítið mál fyrir hann því að Njáll búin að geyma fyrir hann féð sem hann fékk þarna síðast í bætur frá Þorgeirunum tveimur í kafla 70. En Gunnar hann líka dæmdur til að fara í burtu af Íslandi í 3 vetur og ef hann fer ekki þá hann réttdræpur á Íslandi. Njáll hvetur Gunnar til að fara utan af því að það muni verða náttúrulega mikillega sæmdar að fara, segir hann. En ef hann verði kjör á Íslandi, þá muni óvinur hans drepa hann þar og hann muni falla.